Góðan daginn, gott fólk, og ég ætla að byrja á því að segja við sjómennun okkar til hamingju með daginn. Sævar, til hamingju með daginn. Við erum eitt sjómann hér í salnum og þeir sem að heima sitjið og eigimenn eða eitthvað sjómann í ykkar lífi, þá bara óska ég ykkur innlega til hamingju með daginn. Og gott að vita það að Guð verndar sjómennun okkar og við biðjum þess. Við ætlum að hefja þessa stund með því að syngja saman og endilega takið þið þátt. Ég er þakklátt fyrir í dag að standa hér með ykkur. Í gær síðasta sunnudag kom ég ekki upp orði. Það hefði ekkert verið gagn í mér að syngja síðasta sunnudag. En röddin er svona pínusjeikið þannig að ég væri alveg til í að fá hjálp úr salnum. Amen. Ég vil fylgja þér frelsari minn, feta veginn í himinninn. Ég vil tróða hinn torsótta stig, ég vil taka minn kross fyrir þig. Himinninn, himinninn, verður heilagur bústaður minn. Samt þú fær götuna greið og í gjörvöldu sigur við veit. Himinninn, himinninn, verður heilagur bústaður minn. Himinninn, 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 verður heilagur bústaður minn. Á Guðs vegi hér, gjöra hvað sem hans orð býður mér. Lát þú ætíð mig leiðast af þér, svo þú lifir og ríkir í mér. Himinninn, himinninn, verður heilagur bústaður minn. Guði á hönd, finnist gleði þín sorgmæta önd. Allt þitt líf verður yndislegt hér og þú fagnandi syngur með mér. Má ég heyra? Himinninn, himinninn, verður heilagur bústaður minn. Gleði, 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 gleði lífið þér. Því Jesús Kristur það gefið hefur mér. Ég vil að þú eignist þetta líf. Því það gleði, gleði, gleði alla tíð. Gleði, 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 gleði lífið þér. Jesús Kristus
gleði, gleði, gleði alla tíð. Gleði, 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 gleði yfir þér. Því Jesús Kristus það gefið hefur mér. Ég vil að þú eignist þetta líf. Því það gleði, gleði, gleði alla tíð. Því það gleði, gleði, gleði alla tíð. Amen. Ég ætlaði að halda áfram. En það er svo sannarlega gleði. Gleði í dag. Ég ætla að byrja á því að, ég ætla að byrja af tilkynningarnar. Sumarmót, Hvítasunnumanna, er 18. til 20. júní í Vestmannaeyjum og þið sem að hafið huga á að fara á þetta mót, þurfið svolítið að huga því að panta inn á herjólfur.is upp á að geta komist. Gistingin veit ég ekki, það er kannski orðið eitthvað fullt en bara að gera að kanna það. Og dagskráin er mjög skemmtileg. Það er hún Guðbjörg Guðjónsdóttir, forstöðukonan, hún ætlar að vera með ræðu á föstudaginn. Hún talar til ykkar á föstudaginn eða þeir sem eru að fara. Og svo er alls konar skemmtilegt og Helgi Guðnason er ræðumaður líka, Guðni Hjálmarsson forstöðumaður. Þannig að að gera að, eins og ég segi, að huga því að með ferðirnar til Eyja. Svo er annað sem okkur í kirkjunni vantar. Við vonumst nú til þess að börnin okkar, ég er búin að eiga börn, þannig að þið fá ekki fleiri börn frá mér. Einhver aðrir fara að eiga börn og ef börn kom í kirkjuna, okkur vantar barnastarfsleiðtoga. Þannig ef að þú ert hér inn í dag, eða þú sem ert að hlusta og langar að þjóna í kirkju, að þá er kjörið tækifæri að koma til Keflavíkur. Ég ætla að segja ykkur eitt. Ég bjó í Hafnarfirði og ætlaði bara að búa þar. Svo leiddi eitt af öðru og ég kom hingað til Keflavíkur. Og í dag er ég, og ég veit ekki hvort ég segi þetta samt, jú, ég ætla að segja þetta. Í dag, þá þegar ég fer til Reykjavíkur, eða í höfuborgina, þá er ég bara, ég verð að komast heim. Og þá er ég að tala hingað. Þannig að þú sem ert og hefur ekkert að gera og langar að þjóna Drottni og langar að breyta umhverfi, þá erum við í Hvítasunnumanna Keflavík og elskar að vinna með börn. Þá erum við að bíða eftir góðum barnaleiðtoga sem að getur tekið þessi barnastarf. Þannig að að gera að biðja yfir þessu og biðja Guð að ef það er sem þú átt að gera, að þá að gera að stíga út og stíga stundum út fyrir þægindaramman okkar. Það er rosalega þægilegt. Ekkert alltaf en það er gott. Það eflir okkur. Og það gerði við fjölskyldan svo sannarlega. Við stigum út fyrir þægindaramman okkar. Litlu búbluna við alltaf inn í Hafnarfirðinum. En við sjáum ekki eftir því. Yndislegt að fá að þjóna hér í þessari kirkju og fá að eiga svona gott fólk. Ég ætla að lesa fyrir ykkur í Matteus 11:28. Það segir, komið til mín allir þeir sem erfið hafi og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og það er oft sem að við erum að burðast með eitthvað sem við þurfum ekki að burðast með. Og þá er svo gott að segja bara Drottinn, taktu byrðarnar mínar og viltu bera þær fyrir mig. Alveg svo við gerum við börnin okkar þegar þau eru þreytt í göngunni, þeir eru með göngutúr, að þá tökum við þau í fangið og við berum þau. Og það vill Jesús gera við því í dag. Þú sem ert með byrðar, sem að þú ert að berjast við, hættu að berjast við það einn. Leyfðu Guði að taka áhyggjurnar þínar, byrðarnar þínar og leggjum það fram fyrir Drottin í dag. Og við göngum hérna út, frjáls og frí, með enga byrðar, endilega. Heilagi Faðir, ég þakka þér Drottin fyrir daginn í dag.
Ég þakka þér heilagi Faðir fyrir að þú stórkostlegur drottinn. Þakka þér fyrir drottinn minn að þú elskar okkur alveg svo við erum heilagi Faðir. Og ég bið drottinn minn að blessa okkur eitt og sér hver drottinn. Ég bið að mæta hverjum og einum sem hér í dag drottinn og að hlusta. Ég bið Jesús minn að koma til okkar drottinn og taka þær byrðar sem við eigum ekki að bera drottinn minn og gera okkur frjáls í þér drottinn minn. Ég þakka þér drottinn fyrir það að þú verndar sjómennina okkar drottinn. Ég bið Jesús minn að þegar sjómennina okkar fara út á sjó drottinn, bið vernd og varðveislu yfir þá drottinn, að þeir megi koma heilir heim, heilagi Faðir. Ég þakka þér drottinn fyrir það að við bið fyrir bæjarfélagin okkar, bæjarstjórninni drottinn og bæjarstjórnum okkar drottinn. Og ég bið Jesús minn að blessa okkur eitt og sérkvært hér í dag. Og ég bið Jesús minn að gefa okkur þinn himneska frið. Í Jesú nafni. Amen. Dagskráin framundan, þriðjudaginn bæna samkoma klukkan 5, föstudaginn bænastund og eða lofgjör og bæn klukkan 8. Laugadagar eru ekki laugadagar, það bara kemur laugadagur og þið ráðu hvað ég gerir á. Unglingarnir eru svona, það inn á Instagram, þannig að þið unga fólk farið bara inn á Instagram og sjáu hvað í gangi fyrir ykkur. Það svona alls konar. En við ætlum að halda áfram að lofa Guð og taka þátt í lofgjörðinni og bara endilega. Ég ætla ekki að syngja einn, ég ekki að syngja fyrir ykkur, langar að syngja með ykkur. Amen. Fórnin, takk fyrir. Elmar minn komdu. Það alltaf eitthvað sem klikkar. En það alltaf leið. Ég langar að segja ykkur að við erum búin að leysa út sennilega 7-8 fjölskyldur í Pakistan sem voru í þrældómi, þessi kirkja eða einstaklingar úr þessari kirkju. Þannig að það svo mikið blessun að geta gefið frá okkur og tekið þátt í að neyð systkin okkar út í heimi. Já, heila fari, ég bið bara drottinn fyrir forninni drottinn minn. Ég bið bara þakka fyrir að þú elskar glaða gjafara. Þakka fyrir að blessa fjármálun okkar, blessa líf okkar í Jesú nafni. Amen. Þú
Aðeins þú ert mín lækning. Sem geta saman. Aðeins þú mætir minni þörf. Ó, lefum Jesú að lækna sárin okkar. Aðeins þú ert mín löngun. Aðeins þú ert meira en nóg fyrir mig. Jesús, ég þarfnast þín. Meira en nóg fyrir mig. Jesús, ég þarfnast þín. Meira en nóg fyrir mig. Jesús, ég þarfnast þín. Meira en nóg fyrir mig. Aðeins þú ert mín lækning. Aðeins þú mætir minni þörf. Aðeins þú ert mín löngun. Aðeins þú ert meira en nóg fyrir mig. Jesús, ég þarfnast þín. Meira en nóg fyrir mig. Jesús, ég þarfnast þín. Meira en nóg fyrir mig. Halleluja, Jesús. Takk, Jesús, að þú ert meira en nóg fyrir okkur. Takk, Jesús, að við þurfum ekki að leita neitt annar. Takk, Jesús, að þú ert með opið faðminn til þess að taka utan okkur, Drottinn. Takk, Jesús, að þú elskar okkur nákvæmlega eins. Við þurfum ekkert að vera eitthvað annað, Drottinn, en nákvæmlega það sem þú skapaðir okkur. Takk, Jesús, að þú ert meira en nóg fyrir okkur. Takk, Jesús, að þú ert lækningin okkar. Takk, Jesús, að þú ert löngun að fáum að lofa þig, Drottinn. Takk, Jesús, að þú ert það sem við þörfnumst, Drottinn. Takk, Jesús, að þú ert meira en allt sem við eigum, Drottinn. Takk, Jesús, að þú elskar okkur eins og við erum. Ó, halleluja. Aðeins þú ert mín lækning. Aðeins þú mætir minni þörf. Ó, Jesús. Aðeins þú ert mín löngun. Aðeins þú ert meira en nóg fyrir mig. Jesús, ég þarfnast þín. Meira en nóg fyrir mig. Jesús, ég þarfnast þín. Halleluja. Meira en nóg fyrir mig. Ó, takk, Jesús. Takk, Jesús. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place, and my soul
feel Jesus. I feel Jesus in this place, and my soul does live within me. I feel Jesus in this place, and my soul does, and my soul does burn within me. Oh, I feel Jesus in this place. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place, and my soul does burn within me. Oh, I feel Jesus, He's right here, and my soul does, and my soul does live within me. I feel Jesus in this place, and my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Holy Father, I just want to love you, Father. I just want to love you more. Do as you command, serve my fellow man, show your love in every way that I can. Holy Father, I just want to love you more. Holy Father, I just want to love you, Father. I just want to love you more. Love you, Lord. Do as you command. Serve my fellow man. Show your love in every way that I can. Holy Father, I just want to love you more. Father, oh, I just want to love you, Father. I just want to love you more. Do as you command, serve my fellow man, show your love in every way
Segjum honum enn einu sinni. Father, Father, I just want to love you. Father, I just want to love you more. Do as you command, serve my fellow man, show your love in every way that I can. Holy Father, oh, I just want to love you more. Oh, I just want to love you more. Oh, my Father, I just want to love you more. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Það ekkert sem jafnast á við eiga föður. Hallelujah. Takk Jesús. Amen. Þakka þér bara Faðir. Þú elskar okkur, umlykur okkur, umvefur okkur. Í Jesú nafn. Amen. Já, komið sæl aftur. Og mig langar að byrja á að minnast systur okkar Jensíu Leo sem að lést núna í síðustu viku, þeir sem ekki vita það. Að mig langar bara, getum við staðið upp og bara minnst hennar og við þökkum þau Drottinn fyrir líf hennar og við byggjum þau að mæta bara að hugga börnin hennar og alla ástvin hennar og þakkaði Drottinn bara fyrir það að við fengum að vera með henni öll þessi ár og Drottinn við blessum minningu systur okkar Jensíu í dag. Drottinn og við söknum hennar. Þakkaði fyrir það að hún hjá þér. Amen. Amen. Takk fyrir það. Mér langar til að tala lærisveina í dag. Fekk spurningu í sambandi við lærisveina í vikunni og ég fór að hugsa lærisveina og langar til að tala lærisveina. Jesús Kristur sagði í Matteusarguðspjalli 28. kafla 19. vers: farið og gjörið allar þjóðir að lærisveinum og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður.
sjá, ég er með þér alla daga, allt til enda veraldar. Ég var hérna, fletti bara ganni upp. Ég átti góða skilgreiningu á lærisveini frá því í gamla daga, en ég ætla að taka hérna, fann hérna í símanum áðan og það er bara skilgreining á lærisveini. Það er one who accepts and assists in spreading the doctrines of others, eins og kristindómurinn. Það er einhver sem í raun og veru aðhyllist kenningu annars og vill lifa eftir henni og lifa eftir því sem einhver annar lifir. Það er skilgreining á lærisveini. En það var nú hérna einhvers staðar. Já, við skulum sleppa símanum. Ég er búinn að banna öllum að vera í símanum á samkomu, þannig að við skulum ekki vera í símanum. En já, þið getið googlað merkingun á lærisveinum. Það er alls konar, en það kemur alltaf því sama að þú lærir af einhverjum öðrum af því að þú vilt vera eins og hann. Og það er svolítið, þegar við förum að tala þetta, að það þarf tvo. Ef að lærisveinn á að verða til, þá þarf tvo til. Og ég fór að líta við farið meg og ég komst að því að ef að ég vil gera einhvern að lærisveini, þá þarf einhver að vilja læra. Og þannig að það þarf kennara og það þarf nemanda. Og sá sem er lærisveinn, hann þarf að vilja vera lærisveinn og hann þarf að vilja læra sjálfur og hann þarf líka að vilja læra með öðrum, og við sem höfum farið í iðnnám, við þekkjum þetta, að þú hérna lærir af meistaranum og síðan þetta læra þeim sem eru í kringum þig, og síðan þarf þú að sem sagt mynda þér þína eigin þitt eigið verklag, ef það er handverk, sama hvað það er. En þetta með að vera lærisveinn Jesú Krists, og þá er það spurningin, hvernig gerum við lærisveina? Og áður byrjum á því að þá langar mig að gefa ykkur hérna eitt orð frá meistaranum Jesú Kristi, að því að við erum að tala að verða lærisveinar Jesú Krists. Og margir hafa svona hneykslast á þessum orðum, að Jesús talaði þessi orð, og kannski er það af því að stundum er þýðingin, hún er svona, hún meiðir okkur, á ég segja það. Hún er svona svolítið, við skiljum ekki bara hvað maðurinn er að segja. En við skulum lesa frá Lúkasar guðspjalli 14. kafla 27. vers. Ef einhver kemur til mín og hatar ekki föður sinn, móður, konu, börn, bræður, systur, enda sitt eigið líf, sá getur ekki verið lærisveinn minn. Jæja, Jesús, á ég nú að fara að hata alla, og þá er ég góður lærisveinn, segir kannski einhver. En þetta er líkingamál, vegna þess að við vitum að á öðrum stöðum var Jesús búinn að segja, við verðum að elska, nýtt boður gef ég yður, elski hver annan. Og hann kennir líka að við eigum að bera virðingu fyrir föður og móður. Þannig að Jesús í rauninni ekki að segja okkur þetta. Ég ætla að biðja hana Dísu að lesa þetta í nýju þýðingunni, hún er svolítið betri. Enginn getur komið til mín og orðið lærisveinn minn nema hann taki mig fram yfir föður og móður, maka og börn, bræður og systur, enda fram yfir eigið líf. Já, ok. Hljómar þetta aðeins betur? Já. Þú vilt taka Jesú fram yfir pappa og mömmu, konuna og börnin. Ja, þetta er samt svona aðeins, á ég að gera það Jesús? Ég meina, kona mín og börnin mín eru börnin mín. Þannig að
ég var að hugleiða þetta, svo heldur hann áfram hérna, við komum aðeins að þessu, hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér, getur ekki verið lærisveinn minn. Nú, kross líka. Það er ég að fara að láta smíða kross og vera eins og Keith Wheeler og fara allan heiminn með kross á bakinu. Já, nei, já. Síðastliðinn sunnudag, þá talaði ég hvar sem fjársjóður þinn þar mun á hjarta þitt vera. Þannig ef þú átt fjársjóð, þá er hjarta þitt þar. Þetta skýrir svolítið það sem Jesús að segja. Og svo segir Jesús í Matteus 10:38, og þetta var líka síðasta sunnudag, sá sem ætlar að finna líf sitt, hann mun týna því. En sá sem týnir lífi sínu mín vegna, hann mun finna það. Það sagði Jesús. Ef þú ætlar að finna lífið, þá týnur því. Skrítið allt þetta sem að Jesús að segja. Hann kann ekki svona góða unglinga íslensku. Ertu að koma? Ertu að fara? Jesús hann með svona gamalt mál og gamla hugsun líka. En sjáðu til að ef þú í raun og veru ef að lífið snýst bara þig, að þá getur ekki verið lærisveinn hans. En ef þú týnir lífið þínu og tekur upp krossinn, þá getur þú verið lærisveinn hans. Það í rauninni það sem hann að segja. Þetta eru ákveðin skilyrði sem hann setjur. Og það gott að bara gera sér þetta sem sagt, gera þetta upp við sig, ég tilbúinn að vera lærisveinn Jesú Krists. Nú þetta framar, ef að það angrar þig að þú elskar Jesú framar fjölskyldu, framar konu og börnum, hann skaparinn og það svo gott að vita það, hann vill bæði þér vel og hann vill líka konu þinni vel, hann vill börnunum þínum vel. Og hér aftur hugsun sem að mér finnst vera svo, þegar maður skilur þetta, elska hann framar, þegar maður skilur þetta og jafnvel þessi líking að hata, sterka líkingin að hata þetta og þetta í samanburði við mig, að þegar við skiljum þetta, þá þetta fallegt í raun og veru. Vegna þess að ég man að ég skrifaði niður svona játningu sem ég hef stundum gefið hjónum sem ég að gifta, og þá játningin svona að fyrir mig var það, framar öllum konum sem ég hef nokkuð tíman hitt eða mun nokkuð tíman hitta eða mæta, þá kýs ég þig til að vera eiginkonu mína. Framar öllum konum sem ég nokkuð tíman hef séð eða nokkuð tíman mun sjá. Þannig að þetta í rauninni sama hugsun hérna hjá Jesú Kristi. Þetta falleg hugsun að við ætlum að elska hann framar öllum öðrum, af því að hann uppspretta kærleikans. Hann vill að við elskum konu okkar og börn, en þegar við höfum hann númer 1, að þá verður hitt svo eðlilegt að elska konu, börn, bræður, systur. Þannig að þetta í raun og veru, þú getur líka sagt, ég tek upp krossinn fyrir fjölskyldu mína, sem þýðir að ég gef líf mitt fyrir mína fjölskyldu. Fjölskyldan mín kemur á undan mér. Börnin mín kom á undan mér. Konan mín kemur á undan mér. Það rauninni, þetta sama hugsun. Og hérna, þegar ég gifti mig, þá var það líka svona kannski tákgræn mynd upp á það þegar við tökum á móti Jesú, eignumst lífið í honum, að þá segir að ef einhver í Kristi, þá hann ný sköpun, hið gamla var það engu, sjá nýtt orðið til. Og þegar að ég í raun og veru gifti mig, þá var gamla lífið mitt allt í einu orðið að engu, það var byrjað nýtt líf. Ég í raun og veru gerði ekki
lengur alla þá hluti sem ég var vanur að gera og heimilið mitt breyttist eins og einhver sagði, alveg ótrúlegt að sjá hvernig Woman's Touch getur breytt svona piparsveina heimili. Það komu blóm inn og það kom svona eitthvað inn sem ekki var áður. Og það er einmitt það sem að þegar við tökum á móti Jesú Kristi, þá kemur hann með sín blóm inn í okkar líf. Hann umbreytir lífi okkar og gerir það nýtt. Og þess vegna svo, þegar við höfum gert þetta upp við okkur, sjáðu til, þú verður, það sem vantar núna í okkar þjóðfélag, það er þessi fræðsla sem Jesús var, ef einhver ætlar að giftast konu, þá verður hann að gera sig grein fyrir því að það er ekki bara því hún er svo flott og falleg og þú ert ástfangin af henni, þú þarft að gera það upp við þig, ætlar þú að leggja líf þitt niður fyrir þessa konu. Það er það sem Jesús er að segja, ef þú ætlar að vera lærisveinn minn, ertu tilbúin að leggja líf þitt niður fyrir mig og fylgja mér. Þannig að þetta er í raun og veru svo líkt og þetta er svo fallegt af því að kærleikurinn er ekki að þiggja, hann er að gefa. Þannig að ef við viljum vera lærisveinar Jesú Krist, þá er þetta hans sýn á að vera lærisveinn að þú gefur upp líf þitt og velur hann framar öllu öðru í þessu lífi. Hann er í fyrsta sæti í þínu lífi. Þú elskar hann meira en nokkuð annað í þessum heimi. Og þegar þú gerir það, að þá ert ekki vandræðum með að hlýða boði hans og elska aðra. Eina boðorðið sem Jesús gaf okkur var að elska Guð og að elska aðra menn eins og við elskum okkur sjálf. Nú, sumir sem sagt, þeir reka sig á þegar þeir mæta Jesú Kristi og þegar kostnaðurinn verður þeim ljós og það er saga af einum manni í Lúkas 17 að hann var auðugur maður og hann kemur til Jesú. Kannski lesa þessa sögu. 17 var það ekki 17, hef ég skrifað vitlaust hérna. Það getur vel verið. Já, það er 18. Höfðinginn okkur spurði, góði meistari, hvað ég að gera til að öðlast eilíft líf? Jesús sagði, hví kallar þú mig góðan? Enginn er góður nema Guð einn. Þú kannt boðorðin, þú skalt ekki drífa hór, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, heiðra föður þinn og móður. Hann sagði, alls þessa hef ég gert frá æsku. Þegar Jesús heyrði þetta, sagði hann við hann, enn er þér eins vant. Sel allt sem þú átt, skipt meðal fátækra og mynd þú fjársjóð þig á himnum. Hér kom Jesús eiginlega við það eina sem hann var ekki tilbúin að gefa upp. Jesús vissi að þetta var það eina og sumir hafa komið þá kenningu að þess vegna megi kristnir ekki eiga peninga, en það var ekki það. Fyrir þig er það kannski allt annað. Fyrir þig er það kannski ekki peningarnir sem binda þig, það getur verið eitthvað allt annað. En það er þetta að það er svo oft, það er eitthvað sem að heldur aftur af okkur að gefa Jesú allt. En það er þessi krafa, ef við viljum vera lærisveinar, þá viljum við gefa Jesú allt. Og ég trúi að Jesús, ég hef sagt að Guð, hann lítur niður að himni, vita hvort einhver er hygginn, einhver sem er að leita hans, þetta er Sálmi 14:2, og Guð er að skoða, er einhver sem vill vera lærisveinn minn, er einhver sem vill fylgja mér, er einhver sem vill leggja sitt líf niður til að fylgja mér, eða eru allir viknir af leið, eru allir að elta sjálfa sig, allir að elta munaðarlífið. Þetta er bara svona sem Guð er að pæla í dag, trúi ég. Hvernig veistu það? Jú, ég talaði við hann. Og hvernig talaði við hann? Ég talaði við hann í orðinu. Amen. Við tölum við hann í orðinu. Guð er orðið og hann breytist ekki. Svo til þess að vera lærisveinn, þá þurfum við fyrst að endurfæðast. Það er að segja, ef þú ætlar að vera lærisveinn Jesú Krist,
Þú getur verið lærisveinn kannski Elíasar að læra á píanó, en það allt annað mál. Þú getur verið lærisveinn einhvers pípara út í bæ að verða pípari, en ef þú ætlar að vera lærisveinn Jesú Krists, þá þarf það endurfæðast og þú þarf að fá hans eðli. Og sjáðu til, þegar ég var að hugleiða þetta, að sumir hafa tónlistina alls ekki í sér og þeir geta bara ekki orðið tónlistarmenn. Það bara ekki þeirra gjöf. En þetta endurfæðast, það geta allir fengið þá gjöf. Það munurinn. Það geta allir fengið þá gjöf. Það geta ekki allir fengið svona spilagjöf, en það geta allir fengið þá gjöf að endurfæðast og eignast nýtt líf í Jesú Kristi. Það eru góðu fréttirnar. Þannig að það geta allir orðið lærisveinar. Amen. Það geta allir orðið lærisveinar. En svo það, þegar, ef ég hef þá gjöf að vera góður og tónlistarmaður, þá þarf ég líka að æfa mig. Og það stundum svo leiðinlegt að æfa sig. Það er miklu skemmtilega að koma fram á tónleikum. En ef þú ætlar að koma fram á tónleikum, þá þarf það að æfa þig. Og það kostar afneitun, það kostar vinnu. En gjöfin þarna, þannig að ég rækta gjöfina. Það eins með lærisveinn Jesú Krists, ég þarf að koma til hans. Og Jesús Kristur, hann segir í Matteus 11, komið til mín, 29, allir þeir sem erfiði hafið og þungar byrðar. Ég mun veitið hvíld. Það lasið einhver hérna í byrjun samkomunar. En hann hélt áfram. Þú tókst ekki ræðuna frá mér, þú stoppaði réttum stað. Hann hélt áfram og sagði að lærið af mér. Lærið af mér. Það svo, í kristna geiranum, ég verið að hugsa þetta, það alls konar kenningar lærisveina og svona kirkjur búa til lærisveinaprógram. Við gerum þetta, þið farið þarna í þessa ferð og þessa ferð, svo ferð út á götur og gerir þetta og hitt og lærir að vitna fyrir fólki. En sjáðu til, þú getur aldrei komist fram hjá þessu ef þú ætlar að vera lærisveinn Jesú Krists, að læra persónlega af honum sjálfur. Við sem kannski prestar eða pastorar, við getum reynt að gera fólk að lærisveinum, en ég búinn að komast að því. Það bara ein leið fyrir mig að gera lærisvein og það að koma með hann til Jesú. Ég kem með hann til Jesú og þess vegna okkar hugsjón bænahús, bænakirkja. Af því að þegar fólk byrjar að leita Guðs, þá byrjar það að hungra eftir honum og þá langar það að læra meir hann og þá langar það að segja öðrum frá honum. Amen. Og það ein önnur hugsun í sambandi við þetta, að stundum ef þú ert svona kirkjulærisveinn, þú búinn að læra allt sem kirkjan getur kennt þér og þú ert búinn að, og þú áttir eitt svona, þú búinn að læra allt sem kirkjan getur kennt þér, svo bara allt í einu hættir kirkjan. Hvað gerur þá? Ég hef séð þetta gerast, kirkjur hrynja. Ég hef líka séð forstöðumenn eða pastora eða presta sem falla. Og þá hef ég líka séð að margir úr þeirra kirkjum og margir sem voru þeirra lærisveinar, þeir falla líka. Af hverju? Af því að ef að kirkjan okkar gerir okkur ekki að lærisveinum Jesú Krists, ef að kirkjan klikkar, þá klikkum við. En þegar þú ert orðinn lærisveinn Jesú Krists, þá skiptir engu máli fyrir þig þó að þessi kall hérna, hann klikki eða gera eitthvað vitlaust. Þú ert áfram lærisveinn Jesú Krists. Og jafnvel þó að ef að ég get hjálpaði til að verða lærisveinn Krists og treysta á Krist, þó svo að ég bregðist, þá heldur þú áfram að treysta á Krist. En ég er búinn að sjá, sískinni, ég er búinn að sjá í gegnum mitt líf svo marga sem hafa gengið í gegnum þennan pakka. Þeir hafa verið í starfi og þeir hafa verið í kirkju þar sem var spennandi að vera, mikið að gerast. Svo brást kirkjan þeim og þeir voru eins og sauðir sem engan hirði hafa. Þeim fannst allt vera búið. En málið var það að Jesús Kristur, hann var og enn þann dag í dag hinn sami. Þannig að okkar sýn í þessari kirkju,
að gera lærisveina Jesú Krist. Stundum það ekki eins spennandi eins og að vera kirkjulærisveinn með öllu glamórinu og öllu því sem að því fylgir, en sjáðu til, ef þú ert lærisveinn Jesú Krist, að þó að stormarnir komi og regnið og landskjálftarnir, að þeir hitti hús þitt eða sálarlíf þitt, að þá stendur það. En ef þú byggir á sandi, ef þú ætlar að byggja á mér, eða honum eða henni, að stormurinn kemur, þá hrynur húsið þitt líka. Þannig að þó þú sért lærisveinn manns, sem að, sko, við erum það að hluta, við eigum alla menn sem sagt, við eigum öll menn sem við lítum upp til og menn sem við fylgjum, að þá svo mikilvægt að vera líka lærisveinn Jesú Krist. Vegna þess að Páll, hann sagði í 1. Korinthubréfi 11:1, fylgið mér eins og ég fylgi Jesú Kristi. Hann sagði, fylgið, verið eftirbreytendur mínir eins og ég eftirbreytandi Jesú Krist. Þetta rétt? 11:1. Viltu lesa það? Verið eftirbreytendur mínir eins og ég eftirbreytandi Krist. Amen. Þannig að þetta bara svo mikilvægt. Og lærisveinn, hann lærisveinn líka þegar hann komin út úr kirkjunni. Hann lærisveinn þó að kirkjan sé ekkert að gera. Og ég veit að það fólk kannski sem kemur ekki alltaf í kirkju, en það samt spennt í Guði og það spennt að vera að leita Guðs og það spennt að vitna fyrir öðrum Jesú. Og það lykillinn, það okkar hugsjón að gera fólk að lærisveinum, jafnvel þó að þessar kirkjudyr loki, að þá heldur þú áfram að vera lærisveinn, þú heldur áfram að segja öðrum frá Jesú, þú heldur áfram að fylgja Jesú Kristi sem drottni þínum. Amen. Stundum já, ég skrifa hérna að þeir lærðu af Jesú á þann hátt að þeir átu með honum, þeir sváfu með honum og þeir sem sagt gengu með honum. Jesús kallaði þá til að vera með sér. Og ef þú ætlar að vera lærisveinn, þá þarf það að vera með læri meistara þínum. Og ég segi við nýja kristna sem vilja læra, ég segi, byrjaðu að lesa Biblíuna og byrjaðu að eiga samfélag við Guð sjálfur heima hjá þér. Ekki bara í kirkjunni, sjálfur heima hjá þér. Og það vers hérna í orðskviðunum sem ég finnst svo undursamlegt, orðskviðnir 8, sem að lýsa þessu svo vel, 8:34. 8:34. Sæll sá maður sem hlýði mér, sem vakir daglega við dyr mínar. Vakir daglega við dyr mínar. Þetta lærisveinn. Hann vakir daglega við dyr húsbóndar síns. Hann svona eins og góður. Má ég segja það? Hundur, já. Þeir hafa þessa trúmennsku sem við getum lært af hundum að vera trúir. Það allavega eitt sem við getum lært af þeim. Ég veit ekki hvort það eru allir sammála, en það verður bara að hafa það. Það var eitthvað annað vers hérna. Hann vakir daglega við, sæll sá sem á mig hlýði kemur daglega að hlýðu mínum og dvelst við dyr mínar, segir nýrri þýðingin. Og svo það þetta að, já, maður spurður, hver þín aðferð að gera lærisveina? Það var spurningin sem við fengum. Hver þín aðferð að gera lærisveina? Ég held að sé bara ein aðferð. Þú lærir af mér það sem ég kann. Jesús sagði, farið og kennið þeim allt sem ég hef kennt yður. Og þá erum við að kenna það sem Jesús hefur kennt okkur. Og þá bara ein aðferð
að ég þarf að vera lærisveinn sjálfur og ég þarf að sitja við fætur Jesú sjálfur til þess að geta kennt þér þar sem ég kann og líka að segja þér að þú þarft sjálfur að sitja við fætur Jesú. Þannig að þú, sem sagt, ef þú vilt vera lærisveinn, þá þarft að eiga samfélag við Jesú sjálfur. Það segir í Jesaja 54, á hverju morgni opnar hann eyra mitt, svo ég taki eftir eins og lærisveinar gjöra. Þetta er Jesaja 54. Þess að ef þú ert að bíða við fætur og eða dyr Jesú, þá opnar hann eyrun þína á morgnana. Svo þú takir eftir eins og lærisveinar gjöra, þannig að hann kennir þér að vera lærisveinn. Hann kennir þér það. Þannig að eina leiðin er þá að eins og Jesús segir, komið til mín að lærið af mér. Guðfræðin er hins vegar lærið mig. Það er munurinn. Ef þú vilt vera lærið, þú getur verið guðfræðingur og vitað allt án þess að þekkja Jesú. Án þess að hafa lært af honum. Það er mjög sorgleg. Sem betur fyrir eru til guðfræðingar sem eru líka lærisveinari. Þannig ég er ekki að segja að það sé slæmt. Páll postuli, hann var líka guðfræðingur, hann var mikill fræðimaður. En hann sagði, ég álíta allt vera eins og sorp hjá þeim yfirburðum að þekkja Jesú Krist. Hugsið ykkur. Þá kemur aftur þessu hugsun, framar, eins og við byrjuðum á. Ég álít alla mína þekkingu vera sorp og bara ekki neitt hjá þeim yfirburðum að þekkja þann sem að í raun og veru gnæfir yfir alla þekkingu. Mér finnst það svo frábært að það jafnast ekki á við að þekkja hann. Og þess vegna ættum við að eyða tíma í að kynnast honum. Amen. Halleluja. Takk Jesús. En svo kemur svona næstum því að lokum. Ef þú kannski hugsar, ok, ég reyndi að gera þennan að lærisveini og það bara tókst ekki alveg. Nú er hann bara ekki lengur með Guði. Og ég var að hugsa þetta, hvað eru margir í gegnum ævina sem ég hef reynt? Og ég fór að fara yfir þetta í huganum. Svo eru líka margir sem ég var búin að gleyma, sem hafa komið og er að þjóna Guði. En það eru svo margir líka sem ég hef reynt og hef ekki gleymt, reynt og þeir hafa ekki viljað vera lærisveinar. Þeir byrjuðu en svo bara vildu ekki vera lærisveinar. Ég voru að hugsa, þetta er sennilega af því að ég er svo lási og lélegur. Svo fyrir að hugsa, já, nei, kannski ekki alveg. Vegna þess að ef við lesum Jóhannesarguðspjalli 666, já, það er 666 og ég er að hugsa, er einhver ástæða fyrir því að það er 666? Að þegar það voru nokkri lærisveinar, þið getur lesið Jóhannes 666, að þeir voru að tala, Jesús var að kenna þeim og þeir eru búin að hlusta. Svo segja þeir, heyrðu, Jesús, þú ert leiðinlegur, við erum farnir. Þetta stendur ekki svona, en það var í rauninni það sem þeir sögðu. Þetta er of erfitt, við ætlum að fara bara í kirkju sem er með meira uppbyggilegan boðskap og við erum farnir. Og Jesús snýr sér að Pétur og hinum 12 og segir, ætlið þið líka að fara? Það var það sem Pétur segir við hann, hvert ættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs. Það er ekkert annað hægt að fara. Ég hef oft hugsað þessa hugsun þegar svona, maður er uppgefinn og á ég að gefast upp á þessu öllu saman. Ef ég gefst upp, hvert get ég farið? Það er ekkert annað að fara. Hann hefur orð eilífs lífs. Hann er lífið. Ég verð að halda áfram að vera lærisveinn hans. Það er engin önnur leið. Þannig að sjáðu til, Jesús gat ekki gert alla lærisveinum. Ég ætla ekki að segja, er það uppörvandi eða er það huggun? Ég veit ekki hvort það er uppörvandi eða það er huggun. Ja, það er huggun fyrir mig. Þá er ég einn í himinn. Jesús gat, og ekki eins og Páll heldur. Það segir í Tímóteusarbréfinu á einum stað að
Demas hefur yfirgefið mig, 2. Tímóteusbréf 4:9, Demas hefur yfirgefið mig af því hann elskaði þennan heim. Það er að segja, hann elskaði sitt líf meira. Þannig að, já, Jesús gat ekki gert alla lærisveinum, það gátu samt allir orðið lærisveinar. Þannig að það þarf 2 til alltaf. Þú eru að ákveða hvort þú vilt verða lærisvein, síðan þarftu líka að ákveða hvort þú vilt gera aðra að lærisveinum. En Guð að leita að þeim sem tilbiðja hann í anda og sannleika, eru sannir lærisveinar og vilja gera aðra að lærisveinum. Nú, góðu fréttirnar eru þær að þú þarft ekki að gera þetta einn, vegna þess að Jesús Kristur hann sagði, sjá, ég sendi þér annan hjálpara. Og þessi hjálpari, hann kominn, hann heitir heilagur andi og hann með okkur. Þessi heilagi andi líka kallaður kennari og það sagt að hann kennir yfir allt, hann minnir yfir á allt sem ég hef sagt yfir og hann mjög góður kennari. Og það má segja til þess að verða lærisveinn, og nú erum við að koma svona alveg að lokum, að þá vers í Postulasögunni 2:42 sem segir að þeir sem tóku trú, þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana. Þannig að þeir sem sagt voru að læra og þeir voru að hlusta eftir því sem að læri feðurnir sögðu. Svo ræktu þeir líka trúlega samfélagið og líka brotningu brauðsins sem við ætlum að hafa í dag og bænirnar. Þannig að þeir gerðu þetta fernt að þeir voru að hlusta á hvað aðri sögðu og hvað aðri höfðu lært og svo komu þeir saman og neittu saman fæðu með fögnuði, ef við lesum þessi vers áfram í Postulasögunni 2:43. Þeir sem óttast þetta hverju manni en mörg tákn og undurgjörðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópinu höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eignir sínar, fjármuni skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu þeir saman með einum hug í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neittu fæði saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð, höfðu vinsaldir af öllum, Drottinn bætti daglega við í hópinn, þeim frelsast létu. Þannig að þeir komu saman með fögnuði og það bættust við lærisveinar þegar þeir sáu þennan hóp hvað var mikil gleði. Gleðilíf mitt Jesús Kristur, það gefið hefur mér. Það bara gleðin dró fólk að. Og heilagi andinn gefin okkur sem betur fer og við sjáum hérna þegar við förum í Postulasöguna 13, þá sjáum við lærisveina og þá sjáum við svo fallega hvernig þetta virkar. Að það segir í söfnuðinum í Antíókíu 13 voru spámenn og kennarar, þeir voru Barnabas, Símon, nefndur Níger, Lúkíus frá Kýrene, Manaen, samfóstri Heródesar, fjórðungsstjóra, Sál. Eitt þeir voru að þjóna drottni, föstuðu, sagði heilagur andi. Skiljið frá með til handa þá Barnabas og Sál til þess verks sem ég hef kallað þá til. Sjáðu til, hérna var söfnuðurinn samankominn, hérna voru postularnir og þeir voru að eiga samfélag, þeir voru að biðja, þeir voru að þjóna drottni og nú kemur allt í einu þetta að Guð sjálfur, heilagur andi sjálfur, talar hérna til þeirra allra og segir, þessi tveir hérna, ég búinn að tala við þá áður og nú eiga þeir að fara og gera það sem að ég hef kallað þá til. Mér finnst þetta svo frábært að vera í svona lærisveina hópi og þegar kirkjan svona að bara Guð og hans andi talar sjálfur til okkar, kallar okkur, setur okkur fyrir það sem við eigum að gera. Það segir á öðrum stað, hver getur predikað nema hann sé sendur. Og málið að það hægt að fara af stað áður en að maður sendur. En sjáðu, Jesús, hann vildi fá að kenna lærisveinum sínum áður en hann sendi þá.
Og þetta mjög mikilvægt að við förum ekki fyrir en Jesús og heilagur andi segja go. Það svo margir sem kenna bara fara og senda út fólk sem ekki tilbúið að fara og sumt af þessu fólki, svo litla trú sem þeir höfðu, hún tekin af þeim þegar þeir fara. Og þetta eins og bara ef þú ferð í stríð, að þú farð ekki að vera í sérsveitinni nema ganga í gegnum mjög strangt prógram fyrst. Þú ætti að læra að fara með vopnin, læra að berjast og allt það. Og það það sem að Jesús að segja, hann vil gera okkur að læri sveinum svo að við getum gjört aðra að læri sveinum. Og vitið það, þetta mjög spennandi í raun og veru, þó það sé kosti allt, þó það kosti að bera kross, að þá það líka spennandi að lifa lífinu með honum sem allt hefur skapað, allt hefur gjört og vera þjónn hans og fá að heyra frá honum á hverjum morgni að hann opnar eyru mín, hann talar til mín, jafnvel þó hann sé ekki að biðja mig að gera neitt, að þá talar hann samt til mín af því að hann vill líka eiga samfélag við mig. Hefur hugsað það? Guð, hann vill og þráir að eiga samfélag við þig, en stundum höfum við ekki tíma fyrir Guð, þó svo að hann sé að kalla og reyna að ná athygli okkar, að þá erum við upptekin við annað og það það sem að særir hjarta Guðs og hann dregur sig stundum tilbaka. Þess vegna, hann lítur niður, hann fylgist með, einhver sem að hefur svona, eins og við segjum í dag, undirliggjandi sjúkdóm sem að einn bróðir kallar common sense, hann segist vera með undirliggjandi sjúkdóm sem heitir heilbrigð skynsemi og þess vegna gerir hann ákveðna hluti í sambandi við sóttvarnir, en það ekki það sem ég ætla að tala um. Ég ætla að tala um að einhver sem hefur heilbrigða skynsemi og leitar Guðs. Einhver sem hefur heilbrigða skynsemi og vill vera lærisveinn hans sem allt skapaði, lærisveinn hans sem koma aftur á skýjum himins og gjöra alla hluti nýja. Nýjan himinn, nýja jörð. Ertu tilbúin? Ég vil, svo ég verð ekki leiðréttur á eftir, áfram vera lærisveinn Jesú Krist. Amen. Vilt þú vera lærisveinn Jesú Krist? Þú sem ert að horfa, viltu verða lærisveinn Jesú Krist? Viltu gefa honum líf þitt? Viltu koma til hans? Viltu elska hann framar öllu öðru? Ertu tilbúin að gefa upp líf þitt? Í sumum tilfellum vonleysið, hörmungarnar, leiðindin, fíknina. Ertu tilbúin að gefa það upp til þess að verða nýsköpun í Jesú Kristi og verða síðan lærisveinn Jesú Krist? Ef svo að þá geturðu beðið til hans núna, þú getur sagt, Jesús, ég vil gefast þér, ég vil fylgja þér, ég vil vera lærisveinn þinn. Hann hreinsar þig af syndum þínum, hann fyrirgefur þér syndið þínar og hann gefur þér nýja byrjun. Amen. Drottinn blessi ykkur öll og með þeim orðum ætlum við að slíta þessari útsendingu í dag og við sjáumst hér aftur næsta sunnudag.